Góðan daginn, ágæta fólk. Og hvað segið þið í dag? Hvernig er þetta allt saman afstillt hjá okkur í dag? Og hverju höfum við gleymt í dag? Já, það er kertin maður, þau eru alltaf vandamál, þessi blessuðu kerti. Verðum að láta það sjást. Þú sem að þekkir ekki inn á kvikmyndavél að þú veist ekkert hvað er að bralla. Þetta er svona vont að sjá þetta, veitum við, hvað er þetta? Það, já. Við getum haft þau bara hérna. Við bara hafum þau svona. 1 og 2. Svaka lasnalett maður. Þetta er alltaf óðan lasnalett. En allavega eru við komið kerti 2 hér. Og nú ætlum við að kveikja eina kertu á. Við getum. Og síðan þessu hér. Við ætlum að lofa drottin smá. Svo tilveran verði ekki grá. Á. Þetta er heitt. Það er svona þegar maður fer ekki varlega, þá finnst manni sumt vera óskaplega heitt. Heitt eða kalt, en kannski ekki umræðuefnið. Heldur áréttinginum og hvatningin til að vera þessi guðsmaður, sem hún segist að vera. Og það er ástundun, dagleg ástundun, og engum er raun og vera hlíft við þessa ástundun. Svo sem annar borð vill, Krist, meira af Kristi og mikið af Kristi, leggur þessa vinnu á sig, að læra hann, hlusta eftir rödd hans og fara eftir því sem hann hverju sinni býður. Það er gæfuspor hverra manna og hvenna, og það hefur verið mitt gæfuspor til þessa, og mitt er raun og veru strangt til tekið eina gæfuspor þannig séð, því ekkert af neinu sem að ég hef tekið mig fyrir hendur hefur möguleika á því að gefa mér og tryggja mér eilíft líf, því að það er vinna að vera kristinn maður, mundu það. Ef þú vinnur ekki þessa vinnu, þá er alla líkur á því að það degi í þér sem að vill flytja þig til ríkis Guðs, og þar voru við þetta heppnir. Því að drottin segir sjálfur, þetta er loforð frá honum, að hann mun ekki sleppa okkur hendinni. Þannig að við erum gull, trygg og bak og brjóst, og það er ekki okkar að þakka. Það er Kristi að þakka sem bjóð svo núta að allt þetta er mögulegt. Og enn og aftur sjáum við að hann þekkir okkur aftur og baka áfram. Hann þekkir hug okkar, hann þekkir angur okkar, og hvað við erum fljóta að skipta svip af oftast nær engum ástæðum þannig séð. Vanlíða mín og þín er ekki alltaf af einhverju ærni ástæðu. Hún er mest þar að við erum að draga upp einhverja mynd af einhverju sem að hugurinn er bara að spinna og vinna. Hann er vandinn. Og drottin segir, gefur okkur hugguninn í þetta eins og allt annað, ég mun aldrei sleppa þér hendinni. Og hér er höndin mín og hér er höndin hans þá líka. Þegar hann segist aldrei sleppa mér hendinni. Hann er hér og nú, hann er alltaf, hann er þar sem ég er. Af því hann vill ekki sleppa mér hendinni. Hann getur ekki sleppt, látið augun fara að þessum stóra feita kalli, því hann veit aldrei hvað þá
kemur upp. Hann er jafn veiklundaður og þú, ekkert veiklundaður en þú, en jafn veiklundaður og þú. Og andafur og vonskunnar fara hamförum. Þannig þú getur séð hvort þær grípi ekki tækifæri ef svo hörmulega skildi fara að Drottinn sleppi hendinni á okkur. En það verður aldrei. Ég hins vegar, ef ég missi vitið, get hætt að vera með að vilja neitt með hana Krist hafa. Ég veit ekki hversu margir hafa gert það, að ég er bara ég er ekki margir, en ég hygg að þeir séu til sem að það hafa gert. Á máli Biblíuna heitir þetta að snúa aftur, að ég sé þá bara eins og hundurinn sem snýr aftur til spýju sinnar. Það er náttúrulega mjög einkennilegt að vera að snúa aftur í eitthvað far sem að maður viðurkenndi þá að væri hreinlega að ganga að manni dauðum. Og sumir vilja fara þangað aftur. Það er einkennilegt þetta hjarta mannsins og mitt hjarta er jafn einkennilegt öllum öðrum mannshjörtum. Þannig að ég þarf að gæta mín. Og ég veit alveg hvernig ég gæti mín. Ég gæti mín með þeim hætti að ég er vel að mér í orði Guðs. Og ég ákalla nafn hans daglega og með tímanum hefur þetta nafn greifst svo í hjarta mínu að það náttúrulega fyrir margt löngu orði bara hluti af mér. En það gerir mig ekki hólpin. Þess vegna rækta ég trú mína í dag, hér og nú, að því mér er boðið að rækta hana. Og ég hef fyrir margt löngu séð að ekki er ég öflugri manneskja nokkuri annari manneskju. Ég hef sama möguleika. Og ég þarf að gera það sem allir hafa gert, hvort sem þeir eru á hvaða stað sem þeir eru í trúnni. Við veitum alveg að við erum að hefja menn upp til hæða í trúnni. Eins og okkur dettur í hug. En ég veit það af minni reynslu að þessir menn og þessar konur þær eru það og þeir eru það vegna þess að þeir hafa verið að gera. Og við erum hér með orð fyrir framan okkur og þetta fólk hefur lagt stund og orðið. Þess vegna er það sem það er. Þess vegna blómstrar það í Jesú nafni eins og það hefur verið að gera í áratugi og enginn veiklast neitt í því. Ef að þetta fólk sem við erum að hampa og heiðra þarf þetta og því þá ekki ég. Ég er á sama stað. Ég verð að gera þetta. Og hér eru við á stað sem heitir Biblíuþátturinn okkar sem hvetur okkur til að sjá og bera þessa ábyrgð sem að trúnni fylgir. Og ábyrgðin felst einkum í að við rækjum samfélagi við orð Guðs, leifum því að fræða okkur, við höfum ekki skoðanir á orði Guðs, við fylgjum því að þegar við erum reynda í gegnum áratugina eins og ég, að það er það besta sem ég geri, það er að fylgja því. Engin þvingun, algjörlega mitt sjálfval að gera. Heilaþvottur segir einhver, ég segi við þig, skammastu þín fyrir að tala svona. Því það er engin heilaþvottur þar sem að Kristur er annars vegar. Heilaþvottur er annað. Heilaþvottur er lygi Satans. Það er heilaþvottur. Og lygi Satans átt okkur frá A til Ö áður en að Kristur kom. En ekki lengur, ekki eftir það. Eftir það þá drógust við inn í annan veruleika og þessi veruleiki annar er orð Guðs. Tendraður og nærður af trúnni minni
fær mig til að gera það verk að opna þessa bók og lesa stafkrók. Þannig hefur þetta verið. Þannig hefur þetta gengið fyrir sig í þessi 35 ár og þú sérð að 35 árum síðar þessi einstaklingur enn að tala þessa bók sem hann eignaðist fyrir þetta mörgum áratugum. Hvaða aðra bók myndu heyra hann tala jafngilda orði Guðs? Enga. En það get ég viðurkennt að marga góða bókina hef ég lesið í gegnum mín ævi. En þessi hefur alveg sérstöðu vegna þess að í þessu fæ ég næringu fyrir trú mína sem ætlar að flytja mig inn í þetta eilífa líf sem trúin mín stefnir á. Hvernig sem þetta öndvert tala til þín, þá þetta nú svona. Og þú hefur heyrt þetta áður. Þú hefur heyrt þannig mann áður tala á sömu nótum. Hvort er það þú spyrðir þeirra spurningar, hvað sér hann við þetta? Kannski ertu bara aldeilis ekkert að hlusta á þetta. En þannig nú líka með Guð, algóðan Guð, að hann lífir hvorki mér eða þér við að heyra sitt orð. Þegar þú heyrir Guðs orð, þá það byrjunin á einhverju meira. Og orð Guð segir það sjálf að það kom ekki tómt tilbaka. Kastaðu brauðinu þín út á vatnið, það kemur tilbaka. Hvað lengi það að koma tilbaka veit ég ekki, en það kemur tilbaka. Eins með orð Guðs. Því dreift út og svo kemur það tilbaka í manneskju. Sem, hvort það gerir strax eða ekki, það er svolítið allur gangur á því, finnur að það eitthvað komið þarna sem var ekki áður og við ráðum í raun og veru ekkert svo mikið vöxtinn, allt í einu, en hann til staðar samt, það getur við séð eftir á. Allt í einu líkst upp fyrir okkur að það til Guð. Af hverju? Af orðinu sem kom í hjartað. Það alltaf orðið sem frelsar okkur. Hvar þú heyrðir það? Þetta orð sem frelsaði þig má vera að þú munir, en það, ég svo sem veit ekki hvernig minni annara manna en ég man það. Og ég oft sagt frá því, það var þannig að kunningi minn las fyrir mig orð og ein setning í því sem hann las hefur fylgt mér til dagsins í dag. Og það sem hann las, það nú að verða 40 ár síðan það var. Ég er búin að vera frelsaður í 35 ár. Þannig að það tók nokkur ár fyrir þetta orð að komast á þann stað að Kristur gaf út fyrirmæli að já, þá er komið honum þessum og nú ætlum við að taka hann til okkar. Og það gerðist. Og með þeim orðum, eins og ég oft vitnað það til Guð. Ein stór augu. Þetta var opinberunin. Þetta var auðvitað ekkert annað en opinberun. Ég veit ekki þína sögu en svona mín saga og eftir það bara var ég viss. Og eftir það hef ég verið viss hvað ég að fara, á hvaða leið ég Það var aldrei verið neitt nefi í mér frá þessu andartaki á hvaða vegferð ég Og auðvitað eru það forréttindi. Því að sumir hafa auðvitað slegist við sína trú fram og tilbaka og aldrei almennilega kannski náð sáttu við hana. En ég ekki þar. Ég þakka Guði fyrir það. En ég og svo þú höfum auðvitað reynt allt á milli heimins og jarðar. Og það sem við höfum reynt erum við kannski ekkert sérstaklega glaðir með því að það sem við reynum
svo kallar erfiðleikar, að það allt saman skila sig tilbaka seinna. Það kemur með skilningnum á því hvernig þetta virkar. Að þetta allt í gegnum baráttu, þjáningar og allt það kvalræði. Af hverju? Að við erum að föllnu eðli. Og þetta fallna eðli okkar alltaf að gera vart við sig. Það vill alltaf vera að rísa upp og við þekkjum það sem slæmar hugsanir. Já, kannski vondar og illar hugsanir. Þetta allt í okkur. Eina sem slær þetta út aftur orð Guðs og trúin okkar. Þetta togast á í hverri manneskju. Þetta togaðist ekki á fyrir tíma Jesú, en fór eftir það að togast á í okkur vegna þess að það var ekki til að togast á við áður en við kynntumst Jesú. Það er þetta sem við togastum á við. Þetta fallnaðili og vilja Guðs. Þannig að baráttan sem við erum að tala hér, hún byrjaði ekki til að trúin kom. Og þetta veit Drottinn af og gefur út sín orð. Hann mun ekki sleppa á okkur hendinni. Og það er huggun harmi gegn. Og það er gott að vita eiga þessa fullvissu að hann sleppi ekki af okkur hendinni, því hver stæðist ef hann gerði það? Ef hann væri eins og ég, svona í dag og öðru svo morgun, hver stæðist þá? Enginn. Þá væri þetta ekki hægt. Þannig við þurfum að trúa því, vita að Drottinn orðheldinn, hann stendur við sitt. Og það er líka ýmislegt sem við verðum að vita og skilja, að ég frjáls manneskja, líka í Guði. Þannig að heilaþvotturinn ekki til staðar í Guði, heldur algjört frelsi. Það hef ég reynd, það hef ég séð og ég veit að þetta er raunveruleiki trúarinnar. Þannig að ég ekki á þessum stöðum, en ég þekki þetta jafnvel og þú allar þessa glímu sem þið fylgir að vera þessi Guðsmaður, því að Guðsmaður er ég. Og það er þess vegna sem að ég les orð Guðs daglega, eins og ég segi, ekki til að monta mig, því að þér er nákvæmlega sama það hvort ég sé að lesa orð Guðs eða ekki. Það er ég nokkuð viss. En mér er ekki sama, trúnni er ekki sama, og Guð á heimnum fagnar þegar ég legg mig fram orð Guðs, og þú getur sagt sama fyrir þig. Guð fagnar. Hann fylgist með okkur og hann fagnar þegar við erum að gera það sem er rétt með hans augum. Og það er alltaf rétt fyrir mig og þig að sækjast í orð Guðs. Og það gleður hann, mikið til gleði. Því orð Guðs viðheldur því sem er og bætir við það sem er, af því að það kemst að. Það kemst að í gegnum augun og svo framvegis í hjartað. Og þar bætist það við flóruna sem að þar er af Guðs orði. Þetta er allt saman að virka og virkar við stakkarjöf, að því ég er að gera mitt í Guðs orði. Hvað með þig? Veit það ekki? En það væri gott fyrir þig að svara spurningunni. Og að muna, við höfum alltaf að segja okkur sjálfum sannleikan. Það er sannleikurinn í málum sem að gera okkur frjáls. Og þetta er rosalega víðtækt orð, sannleikur. Því að það tekur allt lífið þitt. Og þess vegna segir þú sannleikan þitt eigið líf við þig sjálfan. Og hver er sannleikurinn mig? Ég get alveg opinberað hann. Hann er, og það er rosalega styrkur af því, og ég veit að það er líka styrkur af því fyrir þig, ef að þú átt sama, það er að vita hvar maður stendur. Aftur og aftur sér maður fólk
sem að maður sér að veit ekki hvar það stendur í Guði. Ég var einu sinni þar og ég veit alveg hvað það er að veit ekki nákvæmlega hvar maður stendur í Guði og frelsið sem það gefur manni þegar maður loksins sér það. Og ég komst þangað. Og ég veit hverju ég þjóna og ég veit 100% hver er með mér þar sem ég er til að mynda í þessu verkefni. Akkurju? Ég kallaði til að gera það. Og ég get lofa þér því hversu þú ert að ef sértu kölluð manneskja þá má garantera að Guð er með þér þegar þú ert í verki. Þannig að ræðan raunverulega er hans. Þannig ég segi við þig, hafðu ekki áhyggjur af henni. En að því að ég er maður og þú ert maður, þá gætu þið fara að berja okkur fyrir eitthvað sem við sögðum. Ég er ekki þar, en ég var þar einu sinni. Og Guð gaf mér leið. Og ég fór að hlusta á þessar ræður eftir á. Bara fyrir mig sjálfan. Ég ræði því auðvitað ekki hvað öðrum finnst það sem að hér er gert. En ég geri þetta fyrir sjálfa mig því ég þarf að vera öruggur það og ég þarf að vera sáttur við það sem ég er að gera. Það er reyndar ekki lengur að mér finnst ræður að þetta hafi algjörlega klikkað á mér. En þessi hugsun var, en ég læriði með því að hlusta að var röng niðurstaða hjá mér. Með öðrum orðum, núna veit ég hver ég stend. Og það er þetta sem að ég vil skilja eftir hjá þér. Þú þarft líka að vita hvar þú stendur og hvar stendur þú. Ég þarf ekki að vita það. En láttu sjálfa þig vita hvar þú stendur. Til að mynda í Guði. Og þessi fullvissa hún kemur þegar þú ferð að gera það sem Drottinn er að bjóða. Og kannski er hann að bjóða þér núna að framvegis að hlusta á þetta efni sem þú ert að gera sjálfur. Það er ekki aðstæðanlegt. Það er að læra. Það er að hafa vilja til að læra. Þess vegna gerum við þetta. Þannig að þú mátt ekki hlusta á aðra hvað þetta varðar, því að þú verður að vera sáttur við það sem þú gerðir. Og besta leiðin er að hlusta, þar að segja, sé það tekið upp, og það er mikið af efni tekið upp, guðlegu efni, og ef þú ert þar, ekki hika við að hlusta á þetta aftur. Og svo fyrir þetta það, þá er það ekkert bannað að vera sáttur við það sem er að gera sjálfur, því að þetta er raunverulega manns eigið efni, þó Guð sé yfir og allt kring. Og hann myndi segja það við þig ef þú spyrðir hann. Já, þetta er þitt efni. En ég stjórnaði því, gæti hann bætt við, sem er allt annað mál. Ég leiddi þetta frá A til Ö. Og þú sérð að þetta er nákvæmlega staðan að hann leiddi þetta frá A til Ö og það styrkir þig. Og þú stendur öðrum stað eftir en áður að því þú gerðir þess að Guð var að bjóða. Þú fórst að hlusta. Ég gerði þetta strax. Ég man eftir því að ég tók upp mína fyrstu ræðum og ég var alveg, eins og þú, alveg 100% vissum það, þetta var nú alveg handónið. En að því ég hlustaði á það, þá sagði ég, heyru, þetta er bara flott maður. Maður horfði í spegilinn og þú gast þetta. Já, ég gat þetta. Að því að Guð var með mér líka. Alveg eins og hann er með þér, þá er hann líka með mér. En þetta þarf ég að vita. Þessa staðfestu þarf ég að eiga. Það er ekki víst að þú fáir þessa staðfestu frá neinum manni og þó menn komi með staðfestinguna, þá þarf þú að taka við henni. Sem ekki er víst að þú gerir. En á ofan, staðfestingi það, þú tekur við henni. Og þannig mun Guð staðfesta þetta fyrir þér. Að þetta er verkið hans. Svo náttúrulega heldur bara áfram því að við erum bara 8 menn.
að þetta hjá mér er ekki lengur pæling. Af hverju? Ég veit hverju ég þjóna. Það er langt síðan ég komst að því hverjum ég þjóna. Þess vegna segi ég það, ég fór rétta leið að þessu allan tíman. Og ég fekk staðfestingu að því ég hef alltaf tekið upp, ég er nú á þeim stað, að þetta var bara harla gott. Ég pæli ekki í þessu lengur. Ég veit að þetta er harla gott. Þetta slæðir ekki neitt. Þegar þú gengur í Guði daginn út og inn, þá eru þessi mál bara á hreinu. En þú þarft að vita hvar þú stendur. Og með því að segja þess sannleikann, þá veistu það með tímanum. Þannig að ýmislegt dettur út með tímanum að því að þú ert að gera þetta allt saman rétt. Grunnurinn að þessu öllu eru þetta trúin þín og orð Guðs. Saman. Þetta hangir á sömu spýtu. Þetta er sama í raun málið. En þú þarft að vera þarna, þú þarft að vilja vera þarna, leggja rækt við þetta og það gerurðu. Og svo þarftu líka að vera sáttur. Og þá segi ég aðferðin til að vera sáttmanneskja er að veita þessu athygli sem maður er að gera sjálfur. Sértu á þeim stað að það sé til og notaðu það fyrir sjálfan þig. Eins og voru líka að tala um áðan, þú getur ekkert vita hvað öðrum finnst þetta og það er auka atriði. En þú þarft að vera sáttur og sátt sjálf með það sem þú ert að gera. Svo fyrir utan það, að þá er ekkert að því að hafa gaman að því að þó maður sé sjálfur að tala. Það er ekkert að því. Þetta er verkið okkar, mitt og þitt, sitt hvora lagi. Okkur má ekki hafa gaman að því sem ég er að gera. Það er ekkert bannað. En þarna erum við svolítið hégómleg, að því við erum svo hégómleg með margt. Okkur finnst þetta einkennilegt að hann skulle vera þessu. Okkur finnst þér þetta einkennilegt? Okkur þarf ég að gera það sem þú ert að gera. Ég er ekki þú, ég er annar einstaklingur. Og þú ert ekki ég, þú ert annar einstaklingur. Þú hefur allt önnur áhugamál heldur en ég til að mynda. Og það er allt í lagi. En þú mátt alveg hafa gaman að því sem þú ert að gera. Hver svo stuð þrætir fyrir þetta? Og ef þú vilt, þá mátt alveg hlusta á þetta aftur. Og ég geri það vegna þess að ég vil bara vita hvernig þetta lítur út. Ég þarf að vera sáttur eins og vorum að tala með það sem ég er að gera. Ég get farið að berja mig niður með því sem ég geri því að ég mann kannski ekki alveg orð frá orði hvernig ræðan var. Andavir og vonskunar ráðast á þetta ef að þú ert að sveima eitthvað þarna. Þetta hlustar. Og þú ert viss. Og svo hlustar kannski áfram, en þú samt viss að ræðan var góð, þú ert komin á þann stað og þú veist að drottin er með þér. Það er hægt að vera með sjálfan sig þar. Og þar skaltu vera. En eins og við vorum að segja, og við nokkur sem sagt hér, að þú getur ekkert ráðið því hvað öðrum finnst þetta. Af því aðrir er ekki þú. Þannig að þú þarft að standa með sjálfum þér. Guð vill að þú standir með sjálfum þér. Og hann stendur með þér og þú veist það. En að því við erum veiklundaðir menn, sumpart brotnir menn, þó við séum kristnir menn, þá getum við verið brotnir menn samt. Við þurfum að vita þetta. Eins og ég segja oft, og þetta er sannleikur fyrir mig, ég veit hvað ég stend í Guði. Er þetta ekki hroki? Örugglega í þínum augum, en hvað var það mig það, hvað augum þú lítur það sem ég er að upplifa og er sannleikur fyrir mér? Ég líta haldi hann. Gerðu það líka. En reyndu þig með þeim hætti að þú fáir niðurstöðu sem er rétt. Það er að segja sjálfum sér sannleikan. Það vantar svo margt inn í þetta hjá okkur
sem við erum ekkert að fara eftir. En við getum bætt þetta allt. Við getum bætt allar aðferðir og gert það guðlegri og betri. Og þetta er markmið okkar sem kristinna manna. Það er að gera þetta guðlegra og betra. Og við erum með orð Guðs fyrir framan okkur. Þannig að við vitum, eða eigum að vita upp á punkt og prik hvað hann vil að við vitum. Við skulum lesa hérna eitthvað, við höfum alltaf að lesa eitthvað smávegis, bara smávegis. Við nefnum nú ekki að lesa neitt mikið, eða ekki? En smávegis erum við til í. Hér er Biblía mín grumpuð, eitthvað blað hérna, ekki verið alveg slétt þegar lokað var og nú er það krumpað. En að því að krumpað, þá var ég að lesa það. Það er Amos, það er 4. kafli. Já, ég hef nú aldrei valið neitt, ég tek nú bara svona það sem ég sé. En við skulum lesa, það er Amos 4, það er 11. Kannski lesum við 12-13. Ég kollvarpaði öllu yðar á meðal eins og ég kollvarpaði Sódómu og Gómoru. Þá urðu þeir eins og raftar úr eldi dregin. En þér sneruð ekki aftur til mín, segir drottinn. Þannig er verið að reyna að koma mönnum aftur til Guðs. Og hann gerði alls konar og það dugði ekki til að menn sneru til hans aftur. Þvergerðingurinn ég er alveg skelfilegur í mínu þvergerðingsstuði. Þess vegna mun ég fara svona með þig, Ísrael, og vegna þess að ég ætla að fara svona með þig, skaltu búa þig undir að mæta Guði þínum í Ísrael. Merkilegt, í Ísrael. Og hvað er að gerast í Ísrael? Sjá hann mótar fjöllin, hann skapar vindin, hann boðar manninu það sem hann hefur í hyggju. Hann breytir myrkri í morgunroða og gengur yfir hæðir jarðarinnar. Drottinn, Guð hersveitanna, er nafn hans. Við vitum, þetta er náttúrulega mynd af því sem við oft höfum talað að hann sleppir ekki hendina af okkur. Af hverju? Af því hann sleppir ekki hendina af eign sinni. Við vitum að Ísrael er eign lifandi Guðs. En við veitum líka að því við þekkjum söguna að Ísrael hefur oft alveg afundin gagnvart Guði. Þannig þessi saga er ekkert ný. En hann stígur alltaf niður í þetta og réttir af hlutina. Og það eru miklir og ægilegir atburðir að gerast þar þessa dagana. En að því þetta er þjóð Guðs og að því að Ísrael gaf okkur Jesú, þá styðjum við þessa þjóð. Við stöndum með henni. En ef þú vilt standa ekki með henni, þá endilega gerðu það. En ég mun standa með henni. Að því ég er að þakka Ísraels landi fyrir það sem að það gaf mér, því að þar fæddist Jesú. Og ég er fyrir nafnið Jesú, hólpinn, ég mun ekki deyja. Ég mun lifa eilíflega það sem hann er. Og ef þetta er ekki þakkarefni fyrir mig að bera fram, að hvað þá? Þetta er eina sem ég get haldið í. Eina sem er örugt. Já, eitt skal hver deyja, það er. En þú getur vita meira en það. Þegar þú átt Jesú, muntu lifa. Það er jafn raunverulegt og að deyja þessu líkamsdauða fyrir trúaðan mann. Þannig við sjáum og áreitum enn eftir hversu mjög trúin er nauðsynleg. Það er fyrir trú sem ég tala svona. Trú. Ég þarf trú og ef ég þarf trú,
þá þarf þú líka trú. Og Kristur vill koma til þín alveg svo hann kom til mín. Og hann mun halda utan um okkur. Hann mun takast á við þessi slagsmál inn í okkur sjálfum vindin sem þar er. Hann gerir ekki lítið þó að við séum með alls konar hégómlegar hugsanir eitt og annað. Hann veit alveg að allt er plagar manninn mun á endingu eyða honum í sjálfu sér. En Drottinn mætir því þannig að þessu afli því tekst ekki að eyða þér. Hann mun alltaf reisa þig upp aftur. Alveg eins og hann hefur gert í landið sitt Ísrael. Hann reisir þig alltaf upp aftur. Og hvaða land hefur sætt meiri ofsóknum gegnum söguna en Ísrael? Og hvaða trú hefur sætt meiri ofsóknum en kristin trú? Þetta hangir alveg á sömu spýtu. Allt er þetta til þess eins að ég haldi mér áfram við upprisin Jesú. Og ef ég þarf að gangi í gegnum einhverja þrautir, þá verður svo að vera, en ég er ekki að biðja þar. Þess vegna vil ég haga málum þannig fyrir mig sjálfan að þetta sé nú svona í minna lagi hjá mér, en samt því sem er alveg nóg að þeim. Að trúarina góðu baráttu hefur maður nú barist þráttur allt. Og enn stendur maður keikur. Enn stendur maður í vilja Guðs. Ég bið að þú gerir það líka. Standur í vilja Guðs, því að báðir og bæði getum það. Það er kannski ekki margt sem við getum gert, en við getum þetta. Við getum flutt okkur yfir í orð Guðs og við getum frætt okkur upp úr orði Guðs. Og þetta er einmitt þátturinn sem er settur fram gagnger til að hvetja okkur að þessu leyti. Að orði Guðs, ekki hverjum sem er. Þú mátt alveg vera á öllu kappleiki sem þú vilt vera. Það er ekkit mitt mál að skipta mér að því. En gefðu þér líka tíma fyrir orð Guðs, samfélagið og allt það. Leyfðu þessu að vera með í þeirri hringrás þinni. Þannig að þú tekur þetta allt, en gleymir ekki ykkur einu. Og aldeilis ekki orðið Guðs. Þú ert þar af því að þú vilt vera þar. Það er ekki rétt hjá mér. Ég þrái að vera það sem Drottinn er boðaður. Svo einfalt er nú málið fyrir mér. Já, við skulum lesa hérna, þetta er nú að vera búið. Núna erum við í Mattheusar guðspjalli. Og við skulum lesa þetta bara. Það er 15. kafli, 7. vers. Hræsnarar, sannspár var Jesaja ykkur er hann sægir. Þessi menn heiðra mig með vörunum, en hjarta þeir er langt frá mér. Til eins ég styrka þeir mig, því að þeir kenna það eitt sem er sem menn hafa samið, mannasetningar, vandamál. Og þetta vandamál hefur við verið með alla okkar trúargöngu. Við erum að heyra eitt og annað, það er verið að kenna eitt og annað sem að stórlega má efa að sé dregið upp úr Biblíunni. En þetta er ekki mitt áhyggjuefni. Drottinn minn sjálfur leiðrétta það. En ég bið Guð fyrir mína parta að ég sé ekki með eitthvað efni sem þú getur ekki staðfest í orði Guðs. Og ég hugsa nú að flestir af okkur sem erum á þessu stað sé viljum vera þar, en þetta getur okkur hleggst á eins og öllum öðrum. Og þá þurfum við bara að vera stóri strákar og viðurkenna það og segja ég skal aldrei gera þetta aftur. Það er komið tími, fljótt að líða maður, ekki smáraði. Og Konráð kveður,
og heldur þessu góða verki Drottins áfram. Verið þið sæl.